Komið sæl og blessuð og velkomin í Bridge þátt samstöðurinnar sem við höldum hér úti annan hvert sunnudag að jafnaði. Nú, við ætlum að ræða Bridge frá ýmsum hliðum eins og endranær. Gestir nokkuð margir í þetta skiptið, 4 alls, allir góðir. Má ég kynna til sögunar, ef að byrja á þér Matthías Þorvaldsson, landsliðsmaður í Bridge og erfiður andstæðingur til áratuga. Já. Vertu velkomin í þáttinn, þetta ekki fyrsta skipti sem að þú kemur? Jú. Þennan þátt. Lengi langaði að koma. Jæja, gaman að fá þig. Mikill heiður. Já, sömuleiðis, gagnkvæmur heiður. Ljósbrá Baldursdóttir. Já, takk. Ein okkar, vertu velkomin, ein okkar fremsta Bridge-kona, ef ekki svo fremsta af þeim sem búa á Íslandi. Virkilega gaman að fá þig. Takk fyrir. Og þið eruð hjón. Þið eru ekki bara makkarar, þið eru hjón. Já, það er akkurat hárrétt. Þið eru segum það. Það. Og svo er það hinn armurinn í dag, Bæring. Og það ert þú. Velkomin. Og Harpa, þið eruð, velkomin einnig, þið eruð Henry Spörd, systkin. Já. Og nýliðar í spilinu, hvað var þar? Keppnis-Bridge. Já. Og þið voru svo hugrakk og til svo mikilla fyrirmyndar núna nýverið að henda ykkur beint í djúpulaugina. Já, það er svona okkar stíl. Það er ykkar stíl. Við erum ekkert að hika. Nei, tókuð sem sagt þátt í sveitakeppni Bridge-hátíðar að Reykjavík Bridge Festival í Hörpu. Já. Og vissu ekkert hvað þið voruð að gera. Neip. Nei. Við höfum ekki einu sinni fyllt út svona blað áður. Sveitakeppni skóli. Vissum ekki neitt, sko. Þetta er mikilvæg fyrirmyndar vegna þess að Bridge-sambandið er alltaf einmitt að hvetja fólk eins og ykkur til þess að láta vaða og stökkva áfram. Þannig að ég veit ekki alveg, ég ætla aðeins að geyma það, að ræða þá reynslu. Fyrst ætla ég að óska ykkur Matthías og Ljósbrá til hamingju með enn einn Íslandsmeistara titilinn. Það er nú svo sem lítil frétti að þið akið heim og búin að vinna eitthvert mót en sem sagt síðustu helgi urðuðu Íslandsmeistarar í para tvímenningi. Passar. Já, hvernig spilaðist það mót? Hvað það að segja? Það spilaðist það var dálítið svona sérstakt. Við byrjuðum rosalega vel, vorum bara snemma orðin efst og leiddu mótið þarna fyrir daginn nánast. Já. Svo kom þarna seinni daginn, þá fengum við ekki sama bílastæðið fyrir utan. Við erum dálítið að pæla í því, það skiptir okkur máli. En það var upptekið og vinkonum okkar var búin að stela því. Og keppinautur. Já, og líka keppinautur í þetta skiptið, en það var eins og við mannum mælt og við lögðum í ekki fyrsta stæðið okkar, heldur í 4. Við verðum að láta okkur það linda, við vorum aðeins sein, en svo bara eftir nokkur spil þá vorum við dottirnir í 4. Já. Og þá voru okkur aftur hugsað að fjandast bílastæði, en svo lagaðist þetta nú og þetta var bara alveg æsi spennandi í lokin og hafðist, það gerist nú ekki alltaf, við erum oft í topp 3 í þessu móti, en það er ekkert endilega mjög oft sem við náðum að vinna það. Nei, þetta er svolítið svona, þetta mót er ekki, það getur verið erfitt að vinna þetta mót, það er oft slungið, en þetta er rosalega skemmtilegt mót, af því að þetta er svona, það er svolítið mikilvægt að hafa sósíal líka í þessu Bridge, þetta má ekki bara vera keppni, það þarf að vera gaman og þetta er svona skemmtilegt fólk, þetta er fólk sem maður er búin að þekkja lengi. Svo líka rosalega skemmtilegt í þessu að það voru nokkur alveg ný pör sem ég hef ekki séð áður, aldrei spilað áður. Frábært. Þannig að það var mjög gaman í þessu móti. Já. En svona því að Matti var að segja frá þessu hjátrúamáli stundum, þá erum við stundum að hlæja því því við erum stundum svona alltaf hjátrúafull í þessu. Þetta virkar vel, gerum þetta aftur og svona. En þetta er auðvitað bara gaman skert og mjög fyndið, Já. En greini ég það undir orðinu þínu þegar þú segir að þetta er svona sósíal og skemmtilegt og allir svona frekar vingjarlegir. Það getur bitnað á keppnishörkunni þegar maður er í þannig umhverfi og það getur þá bitnað aðeins á einbeitingunni eða hvað? Það getur gert það. Er það ekki? Jú. Mér finnst þetta reyndar alltaf að vera keppni, þetta mót og svona, þó að maður þekki andstæðingarna öðruvísi í þessu móti. Þetta er svona, þetta er aðeins öðruvísi í félagskapu þegar það er svona paramót. Maður gæti haldið að væri svona meira sósíal í gangi, fólk væri meira svona spjalla og eitthvað, en undir niðri þá er alltaf einhver pör þarna sem er að slást við mann.
ár eftir ár. En þetta sko... Og hugsa ekki neitt annað en það að vinna þig. Akkurat. Já, en þetta samt ekki sko, maður bara svo vanur þessu. Já. Maður svo vanur því að bridge sósíal, ég meina það líka í hérna, bara öðrum keppnum sem maður fer í svona, þetta svona kræðs, maður hittir mikið þetta fólk og búið að þekkja það í mörg ár og þetta svona bara góði kunningjar og margir góði vinnir. Þannig að maður svona vanur því að, þú veist, vera bara að spjalla og svona og svo detta bara beint í keppnina, sko. Hérna... Áttu auðvelt með að svissa á milli hins félagslega og kurteisa og alúðlega og svo bara búm, læsa sem keppnismanniski. Já. Og ég finn það líka því nú það svo mikil áhuga maður í golfi, sko, hefur svo gaman að spila golf, sko. Já. Ég finn það alveg hjálpa mér þar að vera búin að vera að keppa alltaf, þú veist. Já. Þá þetta líka auðveldara þar. Já. Þú veist að spjalla og svona eins og ertu komin í keppni, þannig að þetta svolítið þjálfun og bara, þú veist, maður þjálfust í þessu. En mér finnst rosa gaman að geta gert bæði. Og mér finnst skipta máli að vera í svona, þú veist, vera í pari sem að mér líði vel og finnst skemmtilegt fólk og í sveit sem mér finnst skemmtilegt fólk. Og gaman líka bara að hitta þetta fólk. Mér ekki vænt þetta fólk. Ég búin að, þú veist, ég byrjaði þessu sem ég var krakki. Ég búin að þekka þetta svo lengi, þannig að... Og þú veist líka kannski að segja leið og bardaganum líkur, þá breytist líka. Já. Allt. Þú veist, menn geta tekist á, svo bara breytist þetta strax og svo fyrir bara spjallum daginn og veginn og hvað varst að gera síðustu helgi og eitthvað svona, sko, þannig að það mjög skemmtilegt. Það kom fram í einni seríu sem ég gerði bridge fyrir nokkrum árum þegar ég tók við ykkur viðtal að þið eru bæði rosalegt keppnisfólk. Já. Það alveg rétt, sko. Alveg grjótar bæði, sko. En þú þarft svolítið að vilja að vinna. Já. Það svolítið finnast leiðilegt að tapa, sko. Það mjög góð kostur í þessu, veist, og bara í öllum svona keppnisíþróttum. Fyrir ykkur sem eru systkin eins og ég sagði það, nýliðar og þið spilið saman. Já. Eins og sko Matti og Ljósbrá. Hafið þið einhverja spurningar? Ég veit ekki hvort við vitum nóg mikið til að vita hverju við eigum að spurninga. Akkurat. En þú veist, slettist upp á, verðið þið brjáluð hvort við annað? Já, sko, það mjög góð spurning. Það er góð spurning, sko, og ég veit ekki alveg hvernig ég var að finna diplomatískt svar, sko. Ég get sem sagt það að það gengur miklu betur hjá okkur að spila saman núna, sko. Það var svona í byrjun miklu erfiðar og við spiliðum ekki mikið saman svona fyrsta árin. Við erum búin að vera gift við erum saman í 35 ár, sko. Og fyrstu árin var þetta ekki svo auðvelt og þá var maður náttúrulega líka kannski, þú veist, Matti var náttúrulega, þegar ég byrjaði í bridge þá var hann miklu betri bridgear heldur en ég, þannig ég var það mikil byrjandi en svo hefur þetta nú lært með árunum, sko og við erum bara, mér finnst þið vera að ferka góði að taka þetta ekki heim við erum ekki alltaf sammála, sko en það er líka allt í lagi Já. Bridge í nánum samböndum bara auka verkefni sýnist mér, sko, með að við það að einmitt maður getur bara 2 bílar, ég keyri heim og makkar minn fer heim og við erum í fílu í 2 daga og svo ringjum við aftur og hittumst og allir vinnir en ef við byggjum saman, það væri snúnara. Þetta alveg nákvæmlega málið, sko. Þetta er sérverkefni. Þetta er sérverkefni, já. Og ég held að við höfum dottið niður á réttu leiðina þarna þegar við vorum að byrja saman. Við fundum það strax að þetta var ekki auðvelt. Nei. Og þess vegna var það okkar niðurstaða að við myndum ekki spila saman fyrstu árin. Já. Og þannig það var leiðin, en það er Ljósbrá að vinna þetta mót núna, hún er búin að vinna þetta oftar en ég. Hún var bara að spila við aðra góða spilara á fyrstu árin. Já. En þetta er mjög skemmtileg pæling, svona sérstaklega því þið eru systkini, sko, tengist blóðböndum og þekkist svona miklu betur heldur en típist bridgepar. Þá get ég alveg sagt það að þetta er allt annað heldur en að spila við svona einhvern kunningi eða vin utan á bæ. Ég veit alveg alls konar hann, þú veist, þegar hann segir eitthvað og gerir eitthvað, sko, þú veist, þetta er litli bróður minn og ég hef þekkt hann frá því áður en hann vissi að hann væri til, sko, þú veist, þannig. Já, svo allt sem við bara vitum hvað hitt er að hugsa í einhverjum sögnum. Já. Þó af því að við, sko, miskiljum yfirleitt alltaf flest ennþá, við erum ennþá stödd þar í kerfisvinnin okkar, sko, þá er ágætt að geta smálesið hugsanir. En það sem ég er að reyna að koma inn á er, sko,
þegar að út að ber við bridgeborðið, eitthvað kemur upp á, eitthvað slys sem að gerist nú trekk í trekk, að þá svona tjáir maður sig öðruvísi við mannesku sem að þekkir svona annarkvort blóðböndum eða í gegnum svona talningum eða hjónaband. Maður þekkir viðkomandi miklu betur og maður kannski leyfi sér að segja hluti sem maður myndi ekki annars gera. Og það getur oft svona verið erfitt. Já, ég límta með það. Maður þarf bara, þú veist, temja sér að gera það ekki. Maður þarf að, þú veist, læra og við höfum öll séð það, sko, að mér skoðum við, hérna, ég veit ekki með ykkur því þið er svona í byrjuð, við þekkjum fólk sem er að spila sem það tala stundum saman svona á öðruvísi nótum ef að það er gift eða ef að það er sagt, mjög tengt, sko. Já. Þannig að Nokkrir af svona, hvað maður að segja, tjáskiptarlegustu lágpuntum sem ég var við bridgeborðið hafa verið á milli hjóna eða para sem hættu svo saman bara hvort sem það vegna þess hvernig þau tjáðu sig við borðið eða hvað. Já, þetta er alltaf hættan. Já. Það er alveg rétt. Já. Þetta er, en svo náttúrulega hafið þið forskot. Að sko, ok, þið búið ekki saman, þið eru systkin, en þið búið saman. Þannig að þegar þið viljið, þá hafið þið mikinn tíma saman til að ræða nýjar sagnvenjur, ræða það sem fór úr skeiðis síðast og hvernig þið getið enn bætt við ykkur, ekki satt? Jú, við gætum að vísu nýtta mikið betur en við gerum. Það er mikið að gera hjá okkur báðum en við eigum auðvitað tíma, við förum út að labba saman og svona, þá er alltaf verið að tala um eitthvað spil og hitt og þetta, sko, en jú, vissulega er það forskot, ég nefnda því ekki. Bæði böl og blessun. Já, en við höfum svolítið svona lagt áherslu á það, veist, að hafa þetta frekar einfalt kerfið, fókusera meira það eyða orku og tíma í úrspil og vörn og vera ekki mikið í því að kerfið sé mjög flókið og sé svona tefja fyrir okkur. Mér finnst það mikilvægt fyrir mig, Matti náttúrulega spila meira og er í öðrum markaskap heldur en ég, sko, þannig að ég vil geta fókusera á þeir sem ég finnst skipta miklu máli við borðið, það er að hafa orkuna í, þú veist, að taka slægina sína í vörn og sókn. Það finnst mér til fyrirmyndar. Er það ekki, við sjáum það stundum hjá fólki sem er að byrja að það ætla sér of, það fer allt og hratt í því að taka upp alla sagmennir og svo fer allt í hrærigraut. Já, það er. Og ég var einmitt þegar við vorum að tala á þann bridgehátíðina og þið bara stunguð ykkur í laugina og þá var ég svona að rifja upp, sko, hvað bridge er ofboðslega erfitt sport að byrja í. Það er ekki bara það að þröskuldurinn sé hár, sko, að læra spilið. Heldur þarf maður líka að þola það að vera neðstur, sko, svo lengi, sko. Og heilan vetur, sko, þú veist. Og það er ekki fyrir hvert sem er. Bara tapa öllu í heilt ár. Já. En það er svona raunveruleikin eða var. Nú er auðvitað verið að svona reyna að gera átak hjá bridgesambandinu, það er verið að halda námskeið, það er verið að gera hluti, reyna að auka nýliðun, þannig að vonandi gengur það vel. Ég held ég hafi séð reyksta auglýsingu þar sem ég sá að 14 ára og yngri. Já, er það ekki? Það er núna nýjasta nýtt. Það er verið að auglýsa námskeið fyrir 14 ára og yngri. Frítt, komdu bara að læra spilið og það er til mikilla fyrirmyndar og þetta er alveg lífsnauðsynlegt fyrir okkur. Unglingur, sko. Ég hefði bara, eða þú veist, krakki og unglingur, ég hefði svoleiðis dottið í þennan poll ef að þetta hefði verið í boði. Ég bara þekkti engan sem spilaði bridge þegar ég var krakki. Við komum ekki úr þannig umhverfi, sko. Nei. Ég spila stundum bara svona örsjaldan ári, 2-3 var kannski við eitt gamlan vinn minn. Hann er mjög góður bridgespilari og hann er með allar þessar brautir, rökhugsunar, minnis og starffræði líkindareiknings og tilfinningu við borðið og allt sem prýðir bestu spilara. En hann lærði, sko, kerfi sem var í raun vitlaust. Þar sem að, sko, hlutir annarkvort eru orðin svo úreltir eða sneru á haus. Og hann er enn að bíta á nálinni með það. Og það svona
kennir manni að sko grunnskrefin, það að fá einmitt leiðsögn þegar við erum að byrja í sakkerfinu, hvað þetta skiptir miklu máli. Skiptir mjög miklu máli líka að vera svona í réttum svona hóp sko, að vera einhvers staðar með einhver, nálgast eitthvað sem að kann aðeins meira en þú að vera að spila með eitthvað sem kann aðeins meira en þú sem getur bentir á og svona, því að ef maður veit ekki sko betur þá fer maður ekkert fram. Já, maður lærir kannski ekki mjög mikið af því að spila við aðra sem eru jafn vittlisur og maður sjálfur sko. Já, sko maður lærir meira á því, getur við sagt, að vera einhver staðar svona sem er svolítið challenging, og þess vegna vill maður hvetja þetta fólk líka, það eru margir að spila heima og svona, fara aðeins úr því svona örugga umhverfi, skella sér niður í, þú getur hringt niður í brittsamband eða, þú veist, og farlum sem miðvikudagsklúbbur er mjög góður til þess að byrja og bara fara þangað, skilur, og það fara að versta sem getur gerst. Já, maður tapar bara, þú veist, og svo þá í rauninni færða aðeins feedback á hvað þú ert að gera þegar þú ert að spila, og ég veit kannski hvort að fólk átta sig á því að það skiptir ekki alveg máli hvaða í keppnisbritt, hvernig spil þú færð, heldur bara hvað þú gerir með aðra sem eru með sömu spil. Þú veist, þannig að þetta er ósvo gott að fá smá feedback á því hvað fólk er að gera og svona. Og það líka kynnist maður kannski fólki og kemst svona inn í eitthvað kreðs og það getur verið skemmtilegt. Og svo náttúrulega núna á sama tíma og miðvikudagsklúbburinn þá er nýliðabrits, þar sem fólk sem að þorir ekki alveg í miðvikudagsklúbbin getur komið og spilað og meira sé að þú veist kalla á leiðbeiningu ef allt er í voða sko. Það sem Magnús Magnússon er viðstaddur og segir til. Og bara mikilvægi þess að fara á námskeið, að drífa sig á námskeið líka, til þess að maður fái að læra réttu sundtökin til að byrja með. Ég enda ekkert í sundi en ef ég hefði ætlað mér að vera góður í sundi þá hefði sennilega skipt máli að maður læriði að anda í skriðsundinu og öllu því sko. Já, þetta er ekkert sérstök líking. En þetta er einmitt góða punktur og svo er annað sem er skemmtilegt. Það er bara hvað þessir heimar hafa runnið saman. Þið munið það eins og ég fyrir áratugum hvað var mikil keppnisarka og hvað var svona mikil aðgreining á milli hinna bestu og spyrjandana og hvernig hinni bestu voru oft með hálfgerðan dólg og voru kannski ekkert alltaf hrifnir af því að vera menga sitt umhverju með einhverju nýlið. Nei, það er alveg rétt. Það vantaði mikið upp á í gamla daga svona nýliða móttöku í keppnisbrits. Mjög mikið, já. Það fekk alls konar leksíur hjá þessum meisturum. En á endanum þá kendu þeir manni kannski the hard way en þeir kendu og ég á mörgum þeirra mjög margt að þakka. Einmitt. Algjörlega sammála því, ég meina þú veist, ég náttúrulega kem inn í þetta, þú veist, ég var 18 ára þegar ég byrjaði að spila bridge. Það er mjög sjaldgæft að svona unga konur sé að koma inn, voru ekki margar en það var nú svona svolítið hópu fólks, svona ungt fólks þegar ég kom sem er svona gera það verkum að maður fór að spila meira og svona því að þetta skiptir eins og ég er komin og félagslið í þáttunni sem skiptir mjög miklu máli. En þar voru svona, þú veist, menn sem og ég spilaði við spilara sem voru tölvöld betri en ég og hjálpuðu mér, skilur, og kendu mér og þetta Ásmundur Pálsson sko, sem spilaði nú í Hjördís líka, hann spilaði rosalega mikið við mig og það var alltaf þannig sko að þegar við vorum búin að spila þá þurftum við daginn eftir að taka símtal sko 2 tíma símtal, þannig farið yfir hvert einasta spil nákvæmlega hvað er gert þarna og skilur, og ég er ekki vissum að fólk sé að gera þetta svo mikið núna. Og var þá komin útskrift spilana? Já, þá var komin útskrift spilana og og þá bara, þú veist, þetta var bara part of the program sko, þú bara fóst yfir spilin og gáði góðan tíma og hann gaf sér tíma til að fara í hvert einasta spil. Já, það er mikil gjöf. Já. En ég var að velta þið fyrir mér sko, þetta hefði verið fyrir útskrift spilana hvort hann hefði lagt það á þig að þú hefðir átt að muna öll 52 spilin, spil eftir spil. Nei, það var ekki. Ég reyndar að velta fyrir mér sko, ég er náttúrulega svo ung sko, ég man ekki, það var í eldgamla daga, er það ekki? Ég veit ekki eins og hvernig það var sko, en var það eitthvað tíma þannig að það var bara engin útskrift spila, fólk spilaði bara í klúbnum en var þá ekki fólk að spila Rúbertu Brits bara? Nei.
og maður svona, þú veist, það var gaman þegar maður var að byrja að spila keppnisbridge að maður byrjaði á að muna á svona kongana, drottningun og gósarnar, sko, og gósana. Svo var maður komin niður í 10 og kannski 9 og svo maður fór niður í 8 og ekki síst þegar maður var fann að geta slegið því sig að maður hefði átt 7 einhvers staðar, þá svona, já, þetta er nú bara ansi gott. Kannast ekki þetta, maður? Jú, þetta maður mann, sko, venjulega ansi langt niður. Já. Og ef að pipparnir skipta máli, þá mann maður það. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega algjör þjálfun sem kemur bara svona bara eðlilega, þú veist, maður þarf lítið að hafa fyrir því að maður bara, maður getur talað upp, sko, spilin, hvernig þau voru bara í gær, sko, mannst bara öll spilin og hvað þess og þessi hafði og svona. Já. Og þetta er eitt af því sem að gera það verkum að, það er svo holdt og gott að spila bridge, sko, því að þú, þjálfast svo við alls konar rökhugsun. Þetta er rosalega þjálfun fyrir heilan að muna kannski 52 spil í 40 spilum, það er ansi mikið, sko. Já, þetta er frábært tæki fyrir atvinnulífið og bara allt sem við erum að gera. Sko, hvað ætlaði ég að segja í tengslu við þetta? Já, ég ætlaði líka að segja, því þú varst réttilega að benda á áðan að sko, það snýst ekki um að fá góð spil. Nei. Heldur samanburð á þeim guðskjöfum sem þú fær hverju sinni en það er líka kannski sum okkar, ég tekið til því að áhorf og hlustun á þess að þætti hefur nú mest verið bara eitthvað 30-40 manns og ég trúi ekki að allir spili bridge eða kunni bridge, það er kannski fólk sem langar að læra bridge en það er ágætt að minna á það í þessu samhengi að sko partnershipið eða makkerskapurinn. Ein ástæði þess að við hefjum þessa umræðu á sögum tilfinningar og mótlæti í nánum samböndum ef það gengur illa að sko þetta þessir makkerar, þú ert alltaf bundin af því sem makkerðin gerir. Þetta er þið voru að tala um golf og við getum nefnt svo margar íþróttir þar sem allt bara skákina, þar sem allt snýst bara þig en bridge-skaldurinn að einhverjir tveir eru alltaf samherjar og náði mest út úr sjálfu sér sem tvístaklingar, ekki einstaklingar. Það má segja að bridge sé sko, þetta sé svona 2 element í bridge. Það er annars vegar að spila, að spila úr spilunum og flestir náttúrulega kunna það. Margir hafa spilað manna og eitthvað svona þó þetta sé kannski aðeins öðruvísi. En svo er það sem að gera kannski bridgeinn svolítið sérstakann, það er þessar sagnir. Já. Og þar er samspil tveggja, þú þarft að kunna sagnirnar, þú þarft að segja eitthvað í rauninni sem að hinn þarf að skilja og oft þegar við erum til dæmis að kenna börnum og það hefur verið svona mini-bridge að þá í staðan fyrir að segja sagnir, kannski 1 hjarta 1 spaða, þá segir fólk bara upphátt krakkarnir, ég er með 5 hjörtu veist, þannig að þau getur byrja á því að segja sagnirnar talandi, það er rosa skemmtilegt sko að gera það bara af því að hitt getur verið svona yfirþyrmandi sko að byrja með. Og svo þarf að kóða þetta yfir í secret code með sögnunum. En svo er líka sko, það er ákveðið þannig að það eru sem sagt sagnir og fólk kemur sér saman með einhverja sagvenjur. En svo er líka bara svona ákveðin stíll sem er líka, þú veist, sem er svona í kannski makkarskapi, þú veist, ég leyfi mér ekki að gera, þú þarft að vera svolítið agaður, ég leyfi mér að gera bara eitthvað ákveðið vegna þess að við erum búin að koma okkur saman það svona á stílinn að vera og það skiptir óslega miklu máli til að ná árangur í bridge að vera agaður vera innan þess ramma sem að þú ert búin að ákveða og það að vera alltaf að leyfa sér eitthvað svona sem að því mann er langar til þú veist, það passar eiginlega ekki. Nei, og af því að þú ert með BA-gráð í sálfræði er ekki rétt hjá mér, Matthías sko, hugtök eins og virðing og traust þetta skiptir öllu máli. Skiptir mjög miklu máli og sérstaklega í svona pörum. Já. Þannig að það er æsjaldnar sem að þið eruð að ég segi nú ekki hætta hjónabandinu en ein ástæða þess að ykkur hefur gengið vel og er betur og betur er væntanlega svo að þið gætið virðingar og traust svo takið ekki egocentrískar ákvarðanir sem springa framan í makkar ykkar sem að verður þá bara óþólandi athæfis. Það er rétt. En sko maður reynir það skilur en auðvitað stundum þú veist þá getur maður orðið maður er svona mennskur sko og maður getur stundum orðið eitthvað pirraður og eitthvað svona en mér finnst þau vera nokkuð svona
góð í því að koma fram með hvort annað að virðingu, sko. Já, það lítur að skipta mjög mjög. Og það held ég ekki bara, það á ekki bara við, sko, hjónaband, fólk sem er að spila sem er í hjónabandi, heldur bara makkerskap almennt. Ef að fólk gerir það ekki, þá verður þessi makkerskapur ekki langlífur. Ég náttúrulega, sko, þú veist, ég fyrirgef honum allt, alveg sama hvað, og mun alltaf gera, sko, og hann veit það, og það er gagnkvæmt. Algjörlega. Þið eru nú reyndar með mjög fallega áru í kringum ykkur þegar maður mætir ykkur við britsporið. Jákvæð og skemmtileg og akkurat, það er ekkert hérna, það er enginn að saka hinnum neitt. Nei. Og það er alveg viljandi, sko. Já, við ákváðum það bara þegar við byrjuðum að spila, þegar við ákveðum að fara saman á námskeið og byrja að spila saman að þú veist við værum ekki að fara að slást yfir þessu, sko. Nei, þetta er gott við höfnasti. Ok, þá skulum við aðeins fara yfir þetta stóra stökk sem þið tókuð þarna undir lok janúar með þáttöku í sveitakeppni Reykjavík Brits Festival. En svo að kallast á alþjóðlega vísu en hér heima höfum við nú oft vanist í að kalla þetta stórmót bara Brits hátíð. Þetta er semst alþjóðlegt mót, þar sem margir af sterkustu spilarar heimsins koma. En það er líka bara spilarar með alls konar getu og kerfið er þannig þegar þið tóku þátt í sveitakeppninni þá hafið þið væntanlega vitað að það er svona Monrad kerfi sem að í rauninni raðar fólki með svipaða getu yfirleitt saman í leiki. Eftir fyrstu tvær. Já, eftir fyrstu tvær. Við nefnilega drófumst á móti einhverjum útlenskum háköllum í fyrstu tvær, sko, sem að enduði í eitthvað svona 3. og 5. eða eitthvað svo leys. Já, það fekk svona rosalegt verkefni til að byrja með. En það var, sko, og við náttúrulega bara settumst niður þarna með þeim og útskýrðum fyrir þeim að þetta væri sem sagt, bara í fyrsta skipti sem að við værum að spila sveitakeppni og þeir sýndu okkur hvernig við ættum að fylla út blaðið og sem við höfum aldrei gert fært skor í sveitakeppni og hérna vissuð ekkert hvernig kannski hver margir impar fylgdu sveiflunni við vissum ekkert neitt og þeir svona útskýrðu þetta örlítið fyrir okkur í byrjun bara og tóku þeir ykkur vel? Þeir tóku okkur mjög vel og hérna með dráttir gáði ekki að það að vera jákvæðir bara 20 steg á leiðinni líka Já, en svo hérna var pínu áhugavert að ég held að jafnvel þeir hafi sko séð fyrir sér að geta þá fengið þarna ódýr stig sko, með því að hakka okkur bara í sig með einhverjum hérna, en það gekk ekki alveg, ég held að hafa pínu vannmetið sko að hversu miklir hálfvitar við værum þannig að þetta urðu eiginlega 2 bestu setundar okkar. Var það? Skemmtilegt. Munið þið hvernig þessi leikir fóru þessu fyrstu tveir, semst ekki 20-0? Nei, ekki 20-0. Nei, þetta var ekki alveg svo slæmt. Nei, við fengum alveg 8 í fyrri leiknum sko. Á móti einhverju útlendingu sem endur þannig í tóknum? Já, í tóknum sko. Þetta er skemmtilegt. Við hefum fengið 0 í næstu 7 setum. Nei. Einu sinni fengum við alveg eitthvað. Já, það var í 8. setu, þá fengum við 17. Já. Þannig, en þetta, já. En þetta hefur verið náttúrulega, var þetta kultúrsjokk eða var þetta bara gaman? Eða? Þetta var gaman sko. Þetta var mjög gaman sko og hérna, það kom mér óvart hvað ég var þreytt eftir fyrir daginn sko. Bara, okkur, ég er ekki búin að gera neitt eða nefn bara sitja hérna og spila í heilan dag og okkur er ég alveg gjörsamlega uppgefin. Hvað með lærdóminn, sko, ég spurði hvort það hefur verið kultúrsjokk, þetta er væntanlega sko bara, maður þarf að fara í gangi gegnum þessa reynslu til að læra siðina og allt það, þannig að það er ákveðin áreynslega, ekki satt? Jú. En það hefur gengið vel að svona ánættast umhverfinu? Já, og við erum náttúrulega líka bara, við erum náttúrulega þannig fólk, sko, að við tökum bara öllu sem kemur og ef eitthvað er óþægilegt þá venjumst við bara. En hvað með sko svona mót sem efni við eða tækifæri til þroskastökks í spilinu sjálfu, lærðu þið eitthvað í mótinu með þáttöku ykkar sem að þið hefðu kannski ekki náð að læra við aðra kringumstæður? Sko, erfitt að segja. Mér finnst náttúrulega af því að við vorum að spila sveitakeppni í rauninni fyrsta sinn að þá fundum við svolítið, þú veist, hvernig takturinn er aðeins öðruvísi í sveitakeppni heldur en í tvímenning og það, við þurftum auðvitað svolítið að
læra það og það var ágætt að gera það bara á 100 spilum. Þekktu þið hugtækið öryggisspilamennska áður en þið tóku þátt í? Við höfum heyrt það en við höfum ekkert lært það sérstaklega. Nei. En það var líka gott að finna það og aðeins að átta sig á því að stundum skiptir meira máli að taka nákvæmlega bara 9 slægi heldur en að reyna að fá eins marga og maður getur. Það er þó gott að þið eru komið skilning á því núna sem þið kannski hafið ekki fyrir þetta mót. Það gerir ykkur það veitir ykkur vopni í hendur að geta valið keppnisform og geta kannski að einhverju leyti hegðað ykkar spilamennsku í takt við keppnisformið. Já. Þegar framleiða stundir allavega. En þetta var svona skemmtilegt. Já, þetta var mjög gaman. Rosa gaman. Já. Þó, við vorum samt neðst, sko. Alveg langt neðst. Það er ekkert skrítið. Nei, við áttum líka svo sem alveg von á því, sko. En svo Matti sagði að maður er bara neðstur fyrsta árið og svona. Það kom ekkert óvart. En þið áttu spretti og takt. Já. Stundum gekk eitthvað vel, þá vorum við ægilega glöð með okkur. Auðvitað. Og eru þið í kontakti á milli spilamennsku, ringist þið saman, ringið þið hver, eru þið í samskiptum og ræðið spilin? Já, og við erum náttúrulega svo heppin að við erum í sérkennslu, sko. Við fengum mann sem að rakst á okkur í haust og spurði hvort að okkur langaði ekki að vera aðeins betri og hann er búin að vera leiðbeina okkur og bara búin að hugsa alveg svakalega vel okkur núna búin að vera hittan 3 svar í viku þannig að þið brennið virkilega fyrir er þetta skemmtilegast sem þið eru að gera bara í frístundunum? Já, ég myndi segja það. Við tengjum við, það ekki. Ójú. Það er líka mikið tími í þetta, þannig að þetta verður að vera skemmtilegt. Já, það er satt. Það verður að vera skemmtilegt. En þetta er gaman að heyra og takk fyrir að miðla þessu sjónarhorni svona þannig séð nýliða í keppnisbridds til okkar fyrir áratug eða 2 þá hefði í einhverjum briddstálkum og briddsumra enginn haft á því hvað nýliðar var að hugsa en nú aðri tímar sko og við erum farin átt okkur miklu betur á því hvað þetta vinnur allt saman. Matti, hvort líkar þér betur að spila tvímenning eða sveitakeppni? Ég er nú sveitakeppnisspilari í grunninn og tvímenningur finnst mér vera oft óttalega mikill svona dýragarður svona, þú veist, það kallar á svona dálítið öðruvísi bridd sko. Mér er nú stundum gengið vel í tvímenning enga síður og það er ekki það. Tvisvar náði að vera Íslandsmeistari í tvímenning. Já, vel gert. En það er orðið langt síðan. Það er orðið langt síðan. Já. Þannig að fara að endurnýja kynni sín við þá medalíu. Já. Það styttist í næsta Íslandsmóti í tvímenning. Já. Sjáum hvað setur. Sjáum hvað setur. Mið er möguleiki. Já. En hvað með þig? Mér finnst miklu skemmtilega að spila sveitakeppni. Já. Og það svona í rauninni grunninn svona sveitakeppnisspilar. Mér finnst í rauninni sko miklu meiri lukkufaktor í tvímenning. Já. Og maður sér það ofta að svona það verður svona oft stundum óvæntari úrslit þar, eða geta orðið. En mér finnst einhvern veginn og svona eftir því sem árin líða þá finnst mér í rauninni sveitakeppni verið svona alvöru bridds, það er svona, eða þú veist. Já. Svolítið þannig og mér finnst í rauninni þetta hugtak sem komst áðan inn og öryggisspilamennska og það sko, mér finnst það svona skemmtilegt að hugsa, þú veist, það er mjög mikilvægt í sveitakeppni að huga að því. Já, ég held ég taki nú undir þetta hjá okkur sko, þetta er svona það er einhver stærð, einhver vít, það er einhver svona rammi sem að, sko tvímenning líka spilar maður stundum bara í alls konar litum af því maður veit ekki alveg hvaða stefnu á að taka, það verður svona meira tilviljun eitthvað. Já, það eru til alls konar sko svona setningar, einhvern tíma var sagt að góður tvímenningsbridds er nú aldrei góður bridds og það er ein svo Jón Baldursson heitinn, hann var nú frægur fyrir það að segja sko
að tvímenningur snúist nú bara það að sitja í réttu sæti á réttum tíma. Það að segja þegar eitthvað par að gera eitthvað tómadellu og fara sér að voða, að þá sé gott að vera í sætunum hérna við borðið, hinum sætunum. Það eitthvað til í þessu. Já, en þetta ígjur og svona. Jón Bald var náttúrulega okkar langbesti tvímenningsspilari held ég allra tíma. Held ég verið nú bara skjóta því hérna inn. Ég held að það voru Íslandsmeistari 3 eða 4 ári röð alltaf með sikkurum makkernum, minni mig. Það ótrúlegt. Það var magnað. Já. Hann var náttúrulega, einmitt bara talandi liti, hann var í svo mörgum litum og svo ótrúlega fjölhæfur. Nákvæmlega, því hann var líka auðvitað súperspillari í sveitakeppni eins og allir þekkja, en hann átti einhvern veginn auðvelt með að skipta gír. Svona, þetta bara sikkvot forriti sem þú þarft að vera með tíminn ykkur eða sveitakeppni. Þetta alveg sikkvort sportið, sko. Nú þeir að reyna að tróða þessu saman í BR, eitthvað pattonform, sko. Já, það er áhugavert. En maður sér það svolítið áhugavert líka að sjá, sko, hvernig klúbbarnir eru að setja fram sína dagskrá og maður sér að sveitakeppni orðið bara ráðandi form. En nánast eiginlega alveg yfir veturinn fólk mætir bara miklu betur þar. Já, ekki í miðvikudags. Nei, það aðeins öðruvísi forma því það bara alltaf eitt kvöld í einu, sko, og það líka hugsað, það náttúrulega auðveldara að vera í tvímenningu upp á það þarf bara að vera 2, en í sveitakeppni þarf að vera að minnsta kosti 4. En mér hefur svona fundist það svona, að þetta sé svona kannski, þetta auðvitað misjafnt, en svona almenni bridspilari svona vilji frekar spila sveitakeppni. Þið kannski náið einhver tíma þeim tímapunkti að þið sækið sérstaklega í sveitakeppnina. Mér fannst sveitakeppnin svo, hún náttúrulega mikið öðruvísi. Hún fannst hún tölvöld siðmenntaðri en tvímenningur á til að vera þarna í miðvikudagsklúbbnum. Já, siðmenntaðri. Já. Getur þið raukstuð það? Tvímenningur miklu meiri heppni, finnst mér. Þú græðir miklu meira á mistökum andstæðingana heldur en á því sem þú kannt sjálfur í sveitakeppni. Já, og þessi samfella líka, sko. Þetta svona langt ferli, sveitakeppnisleikur. Þannig að ég bara vel orðað hjá þér. Takk þér. Hafði aldrei pælt þannig í þessu en spot on. Sko, tími okkar, hann ekki liðinn, en það styttist í lokinn hjá okkur. Það nýbúið að velja landsliðið í kvennaflokki. Semst móti í EM í Ríga í sumar og þú ert á leiðinni þangað í... Nei, ég ekki á leiðinni þangað. Sko, þetta ekki sama mót og í opnarflokknum? Jú. Það búið að velja landsliðið í opnarflokknum líka. Ert þú ekki þar? Nei. Nú? Það vill svo til að við erum ekki þar. Það vill þannig til að þið eru ekki þar. Já, ég held að þú eru á leiðinni þangað. Já, við, Bjarni, við vorum, ekki í boði. Nei. Gáðið ekki kost á okkur? Nei. Ekki þetta skiptið. Það annir hjá okkur báðum og það liggur svona, að segja liggi 50-50. Já, persónulegar ástæður svona fyrst og fremst. Já. En liðið er gott. Liðið er gott. Og er búið að æfa vel og ég, sé ekki annað en að þetta ég bara geta skilað fínum árangri. Er það ekki? Opni flokkurinn. Já. Og svona pörin eru svona, ég held að sé bara gýr í þeim. Já. Og það er ennþá góðu tími til stefnu. Já. Og ég hef trúið því að menn verði bara að toppa á réttum tíma. Ég vona það. Já, ég held að það komið fram hérna í síðasta þætti að þeir voru á leiðin í líkamsrækt. Já. Sem skiptir mjög miklu máli, ekki satt? Að vera í góðu líkamlega formi. Orkustigið við briddsborðið skiptir mjög miklu máli. Já. Og eitt svona mót að tekur á. Þú varst að tala að þú hefur orðið þreytt eftir 1 dag, sko. Þannig eru nokkuð margir dagar í röð. Og mér fannst það alveg ótrúlega skrítið þegar ég spilaði eitt svona mót og fylgdist aldrei með. Maður fór í góðan morgunverð, byrjaði svo að spila klukkan 10, svo var maður búinn svona kvöldmatarleitið, þá fóru allir út að borða alltaf og svona gekk þetta í 10 daga eða eitthvað. Og það fóru 3 kíló í einu örmóti. Þannig að þetta fólk trúir þessu ekki, en vélinn, hún tekur sitt. Já, einmitt.
Þú hefur nokkra reynslu að því að vera í landsliðinu og hvað svona, hvert veganesti sem þú getur gefið þá strákunum okkar þetta, og stelpunum okkar í sumar? Bara vera vel undirbúin og reyna að taka þessu svolítið létt. Þetta ekki, við erum stundum að fara með of miklar svona hvaðir, við gerum stundum of mikla kröfur til okkar, við þurfum bara að fara og hafa gaman að þessu, þá held ég árangurinn verði betri. Já, einmitt. Það heilræðið mitt. Það heilræðið þitt. Það þarf að vera skemmtilegt. Það þarf að vera skemmtilegt, einmitt. Kvennalandsliðið skipa Anna Heiða Baldursdóttir, Indar Hrönn Björnsdóttir, Harpa Fold Ingólfsdóttir, María Haraldsdóttir, Bender Rósmary Sjö og Svala Kristín Pálsdóttir. Þú ert ekkert að gefa kost að þér í kvennalandsliðið eða hvað? Nei, ég hef ekki gefið kost að mér dálítið mörg ár, sko. Ég hef ekki verið, ég var nú í þessu liði, sko, orðið töluvert mörg ár síðan. Já. Og en einhvern veginn þá hefur þetta bara æxlast þannig að ég hef kannski, átt stóra fjölskyldu og unni mikið og svona og ekki kannski sett þetta alveg í forgang. Nei. Og þannig að ég hef eiginlega ekkert verið í þessu, ég veit ekki hvað, í 30 ár næstu eða eitthvað svolítið, sko. Það svo langt síðan? Já. Það alveg ansi langt síðan, sko. Já. Þú ertu eina, nei, þú ert ekki eina konan. Hvernig þetta? Það einhver merkileg tölfræði við þig. Ertu eina konan sem hefur orðið Íslandsmeistari í opnum flokki á Ísland? Já. Já, það nefnilega. Það er hann. Þetta nefnilega stórmerkileg manneska. Wow. Það bara svoleiðis. Já. Þannig að það sko, en ég, maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér og og hvernig þetta mun þróast, en ég held að þetta sé bara flott lið sem að Anna Ívars var að velja sem er einvaldur í kvennalandsliðinu. Við erum með nýtt par sem er Rósmary og Svala. Já. Og sem að hefur ekki verið landsliðspar áður. Einmitt. En auðvitað hefur þetta verið svona svolítið erfitt hjá kvennalandsliðinu svona í gegnum árin. Við hefum ekki náð kannski mjög góðum árangri þannig. Nei. Og við þyrftum svolítið öflugra kvennastarf eða þyrftir svona sterkar spil, það er svo erfitt hvar fáum við þá? Það hlýtur að vera úr nýliðinni. Þess vegna er nýliðin svo mikilvæg ef ég horfa kannski svona 10-20 ár fram í tíman. Já. Að við verðum að fá sterkari spilara inn, sko. Já. Það væri gaman. Það væri mjög gaman, sko. Já, við bara hengjum vonir okkar á þetta 14 ára og yngri námskeið sem nákvæmlega, það geti orðið. Segjum að það sé vendipunkturinn. Já, einmitt. Kannski það verði bara þannig. Við erum nú reynd að fá okkar börn til að spila bridge, sko. Já, það gengur ekki alveg nógu vel. Gengur ekki. Það er ekki gengið alveg nógu vel, sko. Ég er að missa minn í skákina, sko. Já, það er reyndar. Jú, skákmenn fara mjög oft yfir í bridgein. Það er fyrir að leiðast í skákinni. Já. Og það er vel þekkt. Meiri félagskapur í bridgeinu og góði skákmenn verða oft góðir bridgearar. Já. En ég reyndi einu svona að kenna konunni minni bridge og 2 vinkonum hennar heima. Og hjónabandið hefur aldrei staðið eins tæft eins og að kvöldi loknu. Þannig að það hafi enga frekari tilraunir verið gerðar í þeim en ég ber mjög mikla virðingu fyrir ykkur 2. En þetta er líka svolítið hægt þessi okkur, því við bara okkur finnst svo gaman að spila bridge. Við erum svo þetta er bara partur þegar maður er búin að spila, við bæði byrjum að spila svo ung og þetta verður bara partur af okkar lífi. Bridge er bara, við getum ekkert, við hættum nú að spila bridge. Já, ég spilaði ekkert spil í 6 ár. Já, var það, já. Já, við byrjum aftur við tókum okkur svona 5 ára pásu eitthvað svoleiðis. Spilum bara ekki neitt. Nei. Svo bara fórum við aftur inn. Já. Þá vorum við í, námi og vinna og áttum mörg og vorum að eiga börn. Þetta var svona, við vorum bara mjög þétt ákvæm að taka okkur pásu. Já. En það stóð ekki lengi, sko. Nei, ég reyndi að hætta bara fyrir rúmu ári, spilaði eiginlega ekki neitt í heilt ár. Ég ætlaði bara svona að sjá vöruskiptajöfnuðinn. Hvað fæ ég í staðinn og hverju tapa ég. Kom ekkert í staðinn. Jú, það kom eitthvað í staðinn en ég komst að því að þetta væri neikvæð skipti, sko. Og þannig að það er svona að byrja maður aftur. En líka bara eins og þau segja það bara svo margt skemmtilegt fólk sem maður hittir og félagslega. Þannig að maður getur bæði svona að spila til þess að tikki fyrir mann áranguslega en líka bara þetta er okkar samfélag og
gaman að vera hluta af því og gaman að hérna, stækki líka eins og með ykkur og svona. Nákvæmlega. Já. Þá held ég bara kannski að við förum að setja punkt nema að það sé eitthvað sem að svona ykkur langar að koma á framfæri, eitthvað sérstakt sem þið viljið segja. Nei, ég held að þetta er bara búið að vera mjög fínt. Já, bara öll góð. Mjög gaman að hitta ykkur og heyra frá ykkur. Ég sömuleiðis, bara gangi ykkur vel á brautinni. Já, takk fyrir það. Einmitt. Þannig að Matthías Þorvaldsson, ljósbrá, Baldursdóttir, Henry og afsækið Harpa og Henry Bærings. Bæring. Harpa og Bæring, Henrys börn. Við þakkum þeim öllum kærlega fyrir komuna. Þetta eru stundu kallaðar bjössavillur, ekki síst föðurnöfnin sem ég fer yfirlega ránglega með. Mér skilst að ég hafi ætlaði að skrifa einhverja Bridsetju í Bændablaðan á dögunum og hafi rángfeðrað einhvern Kjartan, þannig að annar Kjartan fekk lofið. Biðst afsökunar á því. En gaman að vera með ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, og við förum aftur í loftið eftir 2 vikur. Verið sæl.